Bandaríkjastjórn hækkaði tolla á fjölda ríkja í dag. Settur verður tæplega 40% tollur á innflutning frá Sviss og þar í landi óttast að tugþúsundir starfa gladdist. Utanríkismálanefnd Alþingis fundaði í morgun, formaðurinn segir stöðuna viðkvæma. Eistneskur ferðamaður sem varð vitni að banaslysi í Reynisfjöru á laugardag segir viðvörunarskilti fyrir ferðamenn óskýr og björgunarbúnað ófullnægjandi. Hann fagnar því að til standi að loka fjörunni við hættulegar aðstæður. Einn hefur farist og 3 saknað í skæðum gróðureldum í Frakklandi. Þetta eru mestu eldar í landinu í áratugi. Forsætisráðherra Ísraels ætlar að taka yfir allt Gaza og fela einhverjum öðrum að fara með stjórn þar. 4 dóu úr hungri í dag. Kirkjuklukkum var hringt hérlendis til stuðnings íbúum á Gaza. Hönnun á plötualbúmum deyjandi list. Listformið breyttist með tilkomu tölvunar og spurning hvort gervigreindin taki við. Gott kvöld. Titringur hefur verið meðal ríkisstjórna víða heim eftir að tollahækkanir Trumps tóku gildi í 90 ríkjum í dag. Sviss fær á sig 39% af tolla og kom ríkisstjórnin saman á neyðarfundi í dag. Stjórnvöld hafa reynt að ná samningum við Bandaríkin síðustu daga án árangurs. Tugir þúsunda starfa eru þar í hættu, meðal annars við framleiðslu á úrum, súkkulaði og ostum, enda viðbúið að svissneskar vörur snarhækki í verði vestanhafs. Á síðasta ári fóru 19% af útflutningi Sviss til Bandaríkjanna. Das Horrorszenario ist jetzt eingetreten. Mit einer Zollbelastung von 39% auf Schweizer Güter wird der Export der Tech-Industrie in die USA wegbrechen. Es werden sich kaum Kunden finden, die bereit sind, 39% mehr zu bezahlen. Und unsere Marge gibt es schlicht nicht her, diese Kosten selber zu tragen. Trump hefur hótað 100% af tollum á tölvukubba eða hálfleiðara í þeim tilgangi að fá tæknifyrirtæki til að flytja framleiðslu sína til Bandaríkjanna. Apple hefur svarað kallinu og ætlar að fjárfesta fyrir $600 milljarða í Bandaríkjunum næstu 4 ár. They're coming home. $600 billion. It's the biggest there is. The company is also unveiling its ambitious new American manufacturing program, which will bring factories and assembly lines across our country all roaring to life. Hæstir verða tollar á innflutning frá Indlandi og Brasilíu, 50%. Álögur á Laos og Myanmar verða 40% og á Sviss 39%. Bráðabirgðasamkomulag við Kína 30% tolla rennur út í næstu viku. Utanríkismálanefnd Alþingis fundaði í morgun nýhækkaða tolla Bandaríkjastjórnar og tolla ESB á járnblendi. Formaður nefndarinnar segir stöðuna viðkvæma. Báðum tilfellum að semja við okkar mikilvæga bandalagsþjóðir sem eru bæði mikilvægar í viðskiptalegu tilliti líka bara í stjórnmálum almennt. Og ég meina gagnvart Evrópusambandinu þá erum við ekki sammála þessar nálgun og við teljum hana ekki standast samningin og ætlum að reyna að rengja það á grundvelli samningsins. Vonandi að það leiði til ljós jákvæðar niðurstöður sem báðir geta sætt sig við og síðan varðandi Bandaríkjastjórn þá þetta partur af svona heildar áferð sem þar að þetta eru þeir tollar sem eru boðaðir á þau lönd þar sem Bandaríkin mæla það að vöruskiptajöfnuður sé Bandaríkjunum í óhag sem við reyndar erum heldur ekki sammála og það líka samtal sem þarf bara að eiga sér stað. Ég hef þungar áhyggjur af síversnandi stöðu Íslands og viðskiptaumhverfi og hef sömuleiðis af því áhyggjur í báðum þessum málum að utanríkisráðherra og stjórnvöld sé ekki nógu fókuseruð á þessa gríðarlegu hagsmuni sem eru þarna undir. Eistnesk feðgin sem urðu vitni að banaslysi í Reynisfjöru á laugardag fagna því að til standi að bæta öryggismál á svæðinu og loka fjörunni við hættulegar aðstæður. Upplýsingaskilti fyrir ferðamenn eru bæði fá og óskýr. Raiko Súrna var á ferðalagi landið ásamt konu sinni og 2 börnum, bróður og fjölskyldu hans, þegar hann varð vitni að banaslysi í Reynisfjöru á laugardag. 9 ára gömul stúlka frá Þýskalandi féll í sjóinn og drukknaði.
I was filming my brother taking picture. He was standing on the corner of the cliff there and taking the beautiful picture. I was filming them because it was very funny. Maybe he get wet or something, you know. And suddenly I was filming them and I saw something over the corner, the other side of the cliff. Someone was sleeping in the sea. Raiko hljóp að og sá stúlkuna í sjónum og foreldra hennar standa álengdar og kalla á hjálp. Þau ætluðu á eftir henni en hættu við eftir að hann kallaði til þeirra og varaði þau við hættunni. Hann hringdi á neyðarlínuna á meðan kona hans og dóttir hlúðu að móður stúlkunar og systur. Stuttu síðar komu einhverjir hlaupandi með björgunarhring og reipi. Lifeboat, it's really short. The rope is short. So, the rope is so short. You don't do anything with it. For like normal people, there is actually you can do nothing. Just stare and hope the waves carry them to shore. Life-saving equipment that side is meant for calm seas. Yeah. And getting people that fall off boats, not from a dangerous shoreline. Atburðurinn tók mikið á fjölskylduna. Terrible. Yeah, we was all crying. And for us that day was called off. So, but this was devastating. Raiko gagnrýnir upplýsingaskilti til ferðamanna. Þau séu of fá og óskýr. Hann segist fagna því að til standi að bæta öryggismál á svæðinu og loka fjörunni við hættulegar aðstæður. I think that the closing is it helps, but always is adventurous tourists who want to take some better pictures. The safety information isn't isn't visible enough. Yeah. You don't notice it on a busy day with lots of people. You can try putting up more signs. Limiting the beach will help in most cases, but that won't stop the people who just want to go and be on the shoreline. But at that point, that is their fault. Verstu gróðureldar í 80 ár geisa í suðvestur hluta Frakklands. Ekki hefur tekist að hemja útbreiðslu eldana sem kviknuðu á þriðjudag. Einn hefur farist í hamförunum og 3 er saknað. Nokkrir hafa slasast, þar af 2 alvarlega. Tugir heimila eru ónýtt. Eigendum þessa hús var gert að forða sér í snatri á þriðjudag þegar eldarnir nálguðust á ógnarhraða. Það eina sem þau gripu með sér var tölva og skilríki. Ça c'était notre résidence principale qu'on avait quasiment terminé de rénover. On avait une magnifique vallée. On avait tout ce qu'il fallait. C'était le paradis. Eldarnir hafa geisað í 3 daga nálægt landamærunum að Spáni. Þeir hafa breytt úr sér yfir land sem stærra að flatarmáli en höfuborgin París. Þetta eru mestu gróðureldar í Frakklandi síðan 1949. Gróðureldar geisa einnig í suður- og norðvesturhluta Spánar og eru upptökin í suðurhlutanum rakin til elds í húsbíl á tjaldsvæði í Tarifa á þriðjudag. Þar hafa 1500 lagt á flótta. Viðvaranir eru í gildi á nokkrum stöðum vegna hættu á eldum. Hlýtt hefur verið á Spáni síðustu vikur og voru dauðsföll í júlí rúmlega 1000 fleiri en í meðalmánuði. Heilbrigðisyfirvöld telja fjölgunina megi rekja til hita. Eldar hafa einnig breiðst út í Portúgal og voru viðvaranir í gildi í dag í yfir 100 sveitarfélögum. Dómsmálaráðherra hefur kynnt frumvarp sem lagt verður fram á haustþingi og ætlað að skýra hvaða öryggisráðstöfunum hægt að beita gegn einstaklingum sem taldir eru hættulegir umhverfi sínu. Það felur meðal annars í sér að heimilt verði að vista einstaklinga áfram í fangelsi eftir afplánun dóms, hafi þeir gerst sekir alvarleg brot og taldar eru verulega líkur á að þeir brjóti af sér aftur. Þá verður horft sérstaklega til sakaferils og andlegs ástands viðkomandi við lok afplánunar. Lengi hefur verið kallað eftir slíkum úrræðum, meðal annars eftir að karlmaður sem nýverið hafði lokið afplánun banaði móður sinni í Breiðholti í fyrra. Ísland hefur farið upp 15 sæti á 15 árum þegar kemur að alþjóðlegri samkeppnishæfni. Framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs segir að landið geti tekið fram úr hinum Norðurlöndunum á næstu árum, þó að tollahækkun Bandaríkjastjórnar geti hægt á ferðinni.
Viðskiptaráð gaf í dag út skýrsluna The Icelandic Economy þar sem farið yfir stöðu efnahagsmála hér á landi. Hagkerfið hefur dregist saman eftir kröftuga uppsveiflu í kjölfar heimsfaraldurs og Ísland stendur ofarlega á listum yfir samkeppnishæfni. Við erum svolítið búin að ná vopnum okkar eftir COVID og þau áföll og stöndum á góðum grunni. En við erum enga síður kannski ekki að grípa þau tækifæri sem við höfum til að vaxa frekar. Og þar eru við fyrst og fremst að horfa á gervigreind sem er að vaxa allan heim og henni fylgir mikil þörf fyrir orku. Tollahækkun Bandaríkjastjórnar geti hins vegar haft áhrif þótt meginhluti viðskipta Íslands við Bandaríkin séu þjónustuviðskipti sem verða ekki fyrir áhrifum hækkunarinnar. Þetta eru auðvitað miklir hagsmunir og stórar upphæðir sem umræðir sérstaklega í sjávarútvegi. Ísland er í 15. sæti af 69 löndum á samkeppnishæfnislista EMT viðskiptaháskólans í Sviss og er 2 sætum ofar en í fyrra. Ef Norðurlöndin eru tekin út fyrir sviga, má sjá að Ísland er þar í neðsta sæti en þokast hratt í áttina að þeim. Já, ég held að við þurfum allavega að bæta þá við stoðum. Við erum með þessar 3 grunnstóðir í dag, við erum með sjávarútveg, við erum með ferðaþjónustu og við erum með orkufrekan iðnað. Og svo erum við með 4. hlutan sem við köllum stundum alþjóðageran sem er alls konar annað. Ég held að við þurfum svolítið að styrkja hann og þetta standa vörð þessa fyrstu 3 stóðir líka. Þannig en leiðin að bættum lífskjörum hérna með annars staðar er aukin útflutningur og verðmætasköpun þannig. Maður sem tók þátt í því sem að nefnt hefur verið fyrsta bankarán á Íslandi gekk inn á lögreglustöð í sumar og játaði brot sitt. Stuldurinn átti sér stað snemma árs 1975 og var fremur lítill í sniðum miðað við seinni tíma bankarán. Maðurinn var í hópi unglingspilta sem braust inn í útibú Útvegsbankans í Kópavogi og hafði á brott 20 til 30.000 krónur í skiptimynt sem í dag myndu vera 180.000 krónur. Í frásögn lögreglu á Facebook segir að drengirnir hafi notað góssið til að gera sig glaðan dag sem einna helst fólst í því að gera vel við sig í mat og drykk. Manninum verður ekki gerð refsing enda málið fyrnt og telst nú upplýst. Íbúar Gaza segja eftir litlu að slægjast fyrir Ísraela ætli þeir sér að innlima svæðið. Ekki standi steinn yfir steini eftir grimmdarverk hersins. 4 dóu úr hungri í dag, þar af 2 börn. Við vörum við myndum í þessari frétt. Faiz Nasser er 1 þeirra barna á Gaza sem eru orðin alvarlega vannærð. Foreldrar hans segja hungrið farið að aftra þroska og skerða starfsemi heilans. 197 manns hafa dáið úr hungri á Gaza síðustu mánuði, helmingur þeirra börn. 4 urðu hungurmorða í dag og samband mannúðarsamtaka á Gaza áætlar að 200.000 börn séu vannærð. Alþjóða heilbrigðisstofnunin lýsir stöðunni þannig að þetta sé hungur af mannavöldum því Ísraelar hleypa sáralitlu af neyðaraðstoð inn. Forsætisráðherra Ísraels lýsti því yfir í dag að hann ætlaði að ná völdum yfir öllu Gaza. Ísraelar ætluðu þó ekki að fara með stjórnar til framtíðar, heldur felana öðrum, einhverjum sem ekki væri talin ógn við Ísrael. واحنا اكتر من هيك احتلال ايش بدهم يسووا اكتر من هيك ما ضلش فيها اصلا لا ضل فيها غزة ولا ضل فيها مباني ولا ضل فيها شباب ولا ضل فيها نساء ولا اطفال ايش هاللي ضل ياخذوهم العدد اللي ضل احنا كمواطنين عاديين يعني المعاناة مستمرة وبطلت تفرق حتى لو اجتاحوا كل غزة ما فيش لا تغيير ولا تبديل احنا الان بندفع فاتورة كبيرة من جوع وقتل وتشريد وتنقل من مكان إلى مكان أصبحنا إحنا اليأس يعني محبطين محدش مدور علينا. Kirkjuklukkum víða land var hringt klukkan 1 í 7 til 15 mínútur til stuðningsíbúum Gaza. Biskup Íslands segir klukkna köllunum ætlað að hvetja til samstöðu og friðar. Biskup hvatti í gær til þess að kirkjuklukkunum yrði hringt á sama tíma sem víðast á landinu. Að sjálfsögðu þá erum við að hringja kirkjuklukkum fyrir friði í heimi, ekki bara á einu svæði. Þó svo að við séum sérstaklega í dag að vekja athygli á stöðunni á Gaza sem er bara svo sár að
Við verðum að gera eitthvað. Kirkjuklukkum í sænsku, norsku og finnsku þjóðkirkjunum var einnig hringt á sama tíma og það sama má segja systurkirkjurnar í Jerúsalem. Þetta einstakt að kirkjur sé að taka sig saman í svona stórum alþjóðlegum málum? Þetta ekki algengt, en það helst einmitt þegar kemur að friði, að bæn frið, að það þá sem að kirkjur virkilega sameinast. En kirkjan getur ekki gert ekki neitt. Þetta það sem við höfum. Í kirkjunni þá höfum við bænina, við höfum samtalið og við höfum klukkurnar okkar. Og við nýtum þær til þess í dag að vekja athygli og samstöðu. Og það raun og veru það sem að markmiðið að fá út úr þessu. Það að vekja samstöðu og ákalla frið. Og það náttúrulega þannig þegar margir hugar sameinast allt, þá getur ekki annað en eitthvað gott gerst. Og við leggjum Guð í þínar hendur öll þau sem búa við hvers konar ófrið og ofbeldi, hvar sem í heiminum. Amen. Ríkislögreglustjóri og lögreglustjórinn á Suðurnesjum hafa ákveðið að færa almannavarnarstig af hættustigi á óvissustig vegna eldsumbrota á Reykjanesi. 9. eldgosinu á Sundhnúksgígaröðinni lauk á þriðjudag og virknin hefur dvínað. Lítið hefur sést af gasmengun og gosmóðu undanfarið en þó áréttað að mengun geti áfram farið yfir hættumörk í nágrenni við eldstöðina. Nýtt hættumatskort Veðurstofunnar hefur verið gefið út og gildir næstu vikur. Kortið endurspeglar að gosinu sé lokið en hættur vegna nýmyndaðs hrauns og hugsanlegrar gasmengunar séu enn til staðar. Fæðingartíðni í Japan heldur áfram að lækka og í fyrra voru fæðingar 900.000 færri en andlát samkvæmt nýrri talningu yfirvalda. Munurinn hefur aldrei verið svo mikill. Forsætisráðherra landsins lýsir stöðunni sem hljóðlátri neyð. Tilraunir stjórnvalda til að snúa þróuninni við hafa lítinn árangur borið. Helstu ástæður eru taldar þær að framfærslukostnaður hár, kröfur á vinnumarkaði miklar og jafnrétti kynjanna ábótavant. Þriðjungur landsmanna í Japan 65 ára og eldri. Listform plötualbúma dó út með tilkomu tölvunar. Þetta segir einn þekktasti hönnuður plötualbúma hérlendis. Mögulega taki gervigreindin síðan við. Ernst Bachmann sérhæfði sig langa hríð í hönnun á plötualbúmum. Þá hannaði hann slík fyrir meðal annars Mezzo Forte, Ruth Reginalds, Rio Trio og fleira þjóðþekkt tónlistafólk. Hann þekktastur fyrir svokallaða airbrush-tækni, þar sem notast við spraypenna. Já, á sínum tíma skapaðist þetta bara með þeirri tækni að maður teiknaði fyrst, helst svona helmingi stærra, gerði orginals helmingi stærri heldur en plötualbúmum var. Síðan notaði maður teikningu og teiknaði það sem maður vildi koma á framfæri. Síðan notaði maður filmur sem maður skar út og síðan notaði við spraypenna með lit og sprayaði inni og þetta var gífurlega mikil vinna en afskaplega skemmtileg. Hann segir þetta listform hafa dáið með tölvunni. Vínilplötur eru vinsælar í dag en listamenn nota svipaða tækni með aðstoð Photoshop. Ernst segir hafa lært á tæknina og notað hana til að gera nokkrar plötur. Það sé þó ekki skemmtilegt. En nú liggur öllum svo á og alltaf að vera sótist að það vill enginn eyða tíma og penningum í að láta gera almennilegt handverk. Það að segja teiknað verk. 60 plötualbúm eftir hann eru til sýnis á listasýningunni Hönnun í 50 ár sem opnar á morgun ásamt öðrum af hans helstu verkum. Honum þykir miður að tæknin sem notið var áður fyrr við gerð plötualbúma hafi dáið út. Farið yfir verkin hans í Listaháskólanum en tæknin þó ekki kennd. En það bara þannig, svona þróast þetta smátt og smátt. Allir gervigreindin taki bara yfir, bara segir henni hvað þú vilt og svo kemur þetta. Theodór Freyr, velkominn.
Það má búast náttúrulega við fjölmenni í höfuðborginni hérna helgina þegar hinsegin dagar ná hámarki. Hvernig viðrar á fjöldan? Já, bara flott veður í rauninni og hann norðanátt í kortunum, þannig að það verður bæði föstudag og laugardag, þá verður eftir að verða nokkuð sólríkt á höfuðborgarsvæðinu og dreifum kannski fyrir tíma á sunnudagsmorgun en svona heilt við bara flott helgi. Og víðar á landinu, það náttúrulega má búast við að verði bæjarhátíðir allt land? Já, þetta þannig helgi að svona heilt yfir þá sunnan- og vestanverðlandi með vinningin, það verður sólríkt allan á föstudag og laugardag. Skýjað og nokkuð svalt fyrir norðan og rignir á köflum. En við búum bæði á suður- og suðausturlandi þá vakni menn í rigningu á sunnudagsmorgun. Þetta svona dálítið beggja bland sko. Einmitt, takk fyrir þetta. Við förum betur yfir þetta í veðurfréttum á eftir. En næst ætlum við að líta á það sem ber hæst í íþróttum kvöldsins. Íslandsmótið í golfi hófst á Hvaleyrarvelli í dag og þar var allt eins og best verður á kosið. Völlurinn stórkostlegur, bara vallarstarfsmenn og bara allt starfsfólk Keilis bara á hróskilið. Ég bara hugsa að það sé hvergi betri aðstæður en hér akkurat núna sko. Breiðablik og Víkingur leika í forkeppnum Evrópudeilda karla í fótbolta í kvöld og heimsmeistaramót íslenska hestsins hélt áfram í Sviss. Þetta og fleira í íþróttum hér handan við hornið. Og þá ætlum við að rifja það sem var helst í fréttatímanum. Bandaríkjastjórn hækkaði tolla á fjölda ríkja í dag. Settur verður tæplega 40% tollur á innflutning frá Sviss og þar í landi óttast að tugþúsundir starfa glatist. Utanríkismálanefnd Alþingis fundaði í morgun. Formaðurinn segir stöðuna viðkvæma. Eistneskur ferðamaður sem varð vitni að banaslysi í Reynisfjöru á laugardag segir viðvörunarskilti fyrir ferðamenn óskýr og björgunarbúnað ófullnægjandi. Hann fagnar því að tilstandi að loka fjörunni við hættulegar aðstæður. Einn hefur farist og 3 saknað í skæðum gróðureldum í Frakklandi. Þetta eru mestu eldar í landinu í áratugi. Forsætisráðherra Ísraels ætlar að taka yfir allt Gaza og fela einhverjum öðrum að fara með stjórnar. 4 dóu úr hungri í dag. Kirkjuklukkum var hringt hérlendis til stuðnings íbúum á Gaza. Hönnun á plötualbúmum deyjandi list. Listformið breyttist með tilkomu tölvunar og spurning hvort gervigreindin taki við. Þessi fréttatími á enda. Nýjustu fréttir okkar birtast alltaf á vefnum RÚV.is. Það má senda fréttastofunni ábendingar og fréttaskot á netfangið fréttir hjá RÚV.is. Verið sæl.